Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 78 af þessu hlaðvarpi. Í dag ætla ég ekki að fjalla næsta viðfangsefni. Mig langar að koma hérna aðeins með litla uppfærslu sem er ekki beint einhver breytingartilkynning en þó aðeins þarf að segja það er kannski ástæða til að tilkynna litla breytingu. Sú fyrsta sem þarf að nefna strax er að þú ert kannski búin að finna fyrir breytingunni en sú er að ég hljóma aðeins öðruvísi. Ég er núna staddur á Íslandi og er að taka þennan þátt upp þar. Í kynningunni á þessum komandi vikum sem ég tók upp fyrir örugglega rúmlega mánuði síðan, þá sagði ég að ég þyrfti að fara í lengri tíma og að ég ætlaði að taka upp marga þætti í einu þannig að ég væri svona eins og dekkaður fyrir komandi vikur. We use the word dekkaður to refer to the same idea as covered. I think it's a maritime word referring to having a fully covered shift on a ship's deck. Dekkaður. En það tókst ekki betur en þetta. Ég tók upp 4 þætti sem í fullkomnum heimi hefðu orðið 14. Þannig mér hefur greinilega ekki tekist markmið mitt og hef þurft að breyta eigin plönum. En það virðist hafa tekist og ég er núna hérna á Íslandi að taka þennan þátt upp fyrir ykkur og þá með upptökubúnaði sem ég hef náð að eignast hérna á Íslandi. Ég held að þið heyrið muninn því þetta er talsvert ódýrari búnaður heldur en þið eruð vön að heyra í mér úr. Ég gat ekki alveg keypt það aldýrasta og flottasta sem að ég á heima hjá mér. Það er kannski fullstórt sagt að það sé það aldýrasta og flottasta sem ég er með heima hjá mér, en það er allavega í betri flokki heldur en þetta. Þannig ég vona að þið umberið það að ég hljómi aðeins verr. Umbera would be to tolerate. En hvernig hefur þetta áhrif á þættina og umfjöllunarefnin sem ég mun tala um? Ég held að þau verði ekki svo mikil endilega nema hvað að ég ætla kannski að vera ekki jafn strangur við mig varðandi þemaval eins og ég gerði í rauninni þegar ég var að tilkynna ykkur að ég þyrfti að fara í burtu. Ég þarf ekki lengur á því að halda að taka upp fullt af þáttum í einum rykk áður en ég færi. Þannig það gæti gerst að ég skipti skoðun af einhverri ástæðu og ákveð að
gera einhvern þátt sem er kannski eitthvað sem er nýrra heldur en 500 eða 1000 ára gamalt, eða ef mér skyndilega snýst hugur og vil fjalla eitthvað þrengra eða máltengdara heldur en ég ætlaði mér að hafa þessa komandi mánuði, eða já, komandi vikur. Þannig ég ætla svona hálfvegis að halda áfram að vera með þetta snið sem ég tilkynnti að átti að vera, en á sama tíma verð ég kannski ekki jafn ötull við það eins og ég sagðist ætla að vera. En núna þegar maður er svona kominn í beinna flæði og er ekki að framleiða þætti með löngum fyrirvara og það er svona styttri framleiðslutími, það er að segja tími frá því maður byrjar að framkalla þátt og þar til hann er gefinn út, að þá er mun léttara að fjalla nýskeiða viðburði eða atburði og fjalla meir beinan samtíma. Í sjónvarpsþáttum þá er þetta greinilegt að teiknimyndaseríur eru oftar en ekki að fjalla almennar erjur, svona eins og gerist í fjölskyldu sitcoms sem eru eins og Simpsons eða Family Guy. Það er einn teiknimyndaþáttur sem er undantekningin frá þessu, því ferlið er svo ótrúlega einfalt hjá þeim að þau geta gefið út þátt á einni viku, sem þýðir í rauninni að þau geta gefið út skemmtiefni sem fjallar viðfangsefni samtímans alveg jafn vel og skemmtiþættir eins og Saturday Night Live geta gert. Og þá er ég að tala South Park, sem hefur oft verið pólitísk rauntíma ádeila á framþróun samfélagsins eða umfjöllun atburði nútímans, þar að segja þess nútíma þegar þátturinn fer í loftið. Mér er þá óvart að takast að gera eitthvað svipað núna. Ég sagðist ekki vilja gera þetta að þáttum sem fjalla nýliðna viðburði eða einhvers konar fréttaskýringaþátt, en mér finnst þetta hálfmögnuð tilviljun og eitthvað sem væri vert að fjalla núna, og ég kannski segi ykkur aðeins frá hvernig ferlið mitt virkar, þannig að þetta hérna fari í rétt samhengi. Síðustu 4 þætti tók ég upp í 1 eða 2 sinnum, þannig að segja ég fór 2 að upptöku búnaðinum mínum og tók upp þessa þætti. Ég get þá klippt þá hvar sem er ef ég hef tölvuna með mér, og síðustu 2 þætti hef ég klippt á Íslandi þó ég hafi tekið þá upp í Danmörku. Vegna þess að ég hafði fjallað ágætlega ítarlega þessi viðfangsefni sem ég tók upp, þá mundi ég betur eftir þessum atriðum og þau voru mér ofar í huga heldur en oft áður. Og síðasti þáttur sem kom út var sá sem ég klippti síðast, og það var íslenska jarðfræði. Hann átti að vera þáttur íslenska náttúru almennt, en vegna þess hversu margt maður hafði að segja sjálfa jörðina og jarðveginn, þannig að maður getur sett náttúruna í samhengi,
varð svo mikið að úr varð heill þáttur. Þann þátt endaði ég á að tala um Reynisfjöru, tala um þennan stað sem er mjög vinsæll en stórhættulegur á sama tíma. Ég fjallaði meir um náttúrufyrirbærið sem finnst í Reynisfjöru, sem er þá ástæðan fyrir því að fólk vill gjarnan komast á þann stað, en minna um hversu hættulegur staðurinn er. Þau ykkar sem þekkja til Íslands, jafn vel og þið hljótið að gera fyrst þið skiljið mig eða nennið að hlusta á mig, vitið eflaust að Reynisfjara er stórhættulegur staður. Ég gerði grín að því í síðasta þætti hversu pirraður ég var sem krakki að fá aldrei að upplifa alvöru strönd. Að það næsta því sem ég kæmist voru svartar basaltstrandir Íslands. En þær eru alls ekki líkar sólströndum Miðjarðarhafsins. Ég ætla ekki að alhæfa um allar sólstrandir, að þær séu eins og þetta sem ég ætla að segja, en um Miðjarðarhafið þá getum við klárlega fullyrt að það er ekki sama streymi í vatninu, þar að segja í sjónum, við Miðjarðarhaf eins og á Íslandi, því Ísland er í rauninni einhver klettur á miðju Norður-Atlantshafi nálægt heimskautinu. Þannig þar er mjög kalt, þar er erfiður sjór og strendurnar væntanlega mjög sjóbarðar, sea beaten. Það veldur því að Reynisfjara er stórhættuleg, því hafið sem þú horfir út á er hreinlega Atlantshafið, næsti punktur eða næsti landmassi sem þú myndir rekast á ef þú sigldir beina línu frá Reynisfjöru suður, væri Antartíka, og kringumstæðurnar í kringum Reynisfjöru gera það að verkum að það er mjög sterk undiralda, sem þýðir að ef þú værir kannski tekinn af öldu eða hafalda næðir til þín þar sem þú stæðir á fjörunni, þá væri togkraftur aldarinnar nóg til að draga þig út á haf, og það eru meiri líkur en minni á því að þú komist ekkert aftur upp á land, allavega á lífi. Það hafa einhverjir tugir túrista farist í Reynisfjöru. Ég þori ekki að fullyrða hærri tölu en það. Það gætu verið ekki meira heldur en bara 20, en hver einasti maður sem ferst þarna er sín sorgarsaga. Ég held að sá síðasti sem dó á Reynisfjöru var 9 ára þýsk stelpa. En svo gerðist þetta fyrir fáeinum dögum að það kom frétt Reynisfjöru sem heppilega var ekki dauðsfall, en það var eins og hún væri horfin. Hér hjá Morgunblaðinu stendur fyrirsögnin Reynisfjara tekur stakkaskiptum, sem þýðir í rauninni að hún breytist mjög mikið. Þungir hafstraumar í þrálátum austanáttum hafa á fáum dögum gjörbreytt öllu umhverfi í Reynisfjöru í Mýrdal. Tugum metra lands hefur skolað út og hár rofbakki myndast ofan við flæðarmál þar sem þungir steinar rúlla í róti aldnanna.
Þetta mjög erfið íslenska til að segja að bæði hefur mikið haf flætt upp á fjöruna og það hefur verið mikill og langvarandi vindur sem hafa tekið fjöruna. Og hér á mynd af fjörunni eins og hún lítur í dag, þá ekkert nema stórgrjót á fjörunni og engin sandur til þess að geta gengið að þessum stuðlabergsstöpplum sem alltaf til staðar og þessi staður sem víðfrægur. Ég hef rekist á spjallborð á netinu fjalla þetta, þar sem sýndar eru myndir af Reynisfjöru eins og hún lítur út í bókstaflega í dag og það ótrúlega ólíkt myndum sem aðrir ferðamenn hafa tekið af sama stað ekki meir en viku fyrir þetta ástand. Þetta þykir kannski eðlilegt að svona gæti gerst eins og til dæmis á vetri og svo jafnast þetta út og allt verður eðlilegt aftur. Sandur streymir að frá hafinu eða nær umhverfinu og grjót sverfst og verður að sandi. En landeigendur segjast aldrei hafa séð þetta gerast jafn mikið áður. Þetta þá vonandi ekki varanleg staða. Þetta jafnar sig vonandi. En eins og staðan í dag, þá má næstum því fullyrða að Reynisfjara ekki til. Það búið að taka hana. Það verður áhugavert að sjá þetta og fylgjast með þessu á komandi vikum. Eins og staðan þá þetta svona. Þannig já, þetta varð áhugaverður þáttur fyrir mig. Í þarna náði ég bæði að gera persónulega uppfærslu og gefa ykkur fréttir af mér og stöðu minni og þá þessara þátta. En líka uppfærslu af einhverju Íslands tengdu fyrirbæri sem var eitthvað stórt að frétta af á stuttum tíma. Ég hef aldrei orðið að einhverjum fréttaskýringa þætti, en ætli ég hafi ekki gerst slíkur í dag. Ég engan veginn fjölmiðlamaður og ég varla tungumálafræðingur. En í dag hef ég þóst vera bæði tvennt. Ég held mig nær málinu heldur en fréttum í framtíðinni. Þar til annað kemur í ljós. Ég ætla þó ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.